Elín Jóna Þorsteinsdóttir, númer 25 Tinna Húnbjörg, númer 2 Ragnheiður Sveinsdóttir, númer 3 Natalía María Helen Ægisdóttir, númer 4 Karen Ósk Kolbeinsdóttir, númer 5 Ragnheiður Ragnarsdóttir, númer 8 Agnes Ósk Egilsdóttir, númer 9 Karen Helga Díunadóttir, númer 10 María Innes, númer 13 María Karlsdóttir, númer 14 Jóna Sigríður Halldórsdóttir, númer 15 Anna Lillan Þrassadóttir, númer 20 Ramóne Petarskíti og númer 26 Vilborg Pétursdóttir og þjálfari þeirra er Óskar Þór Ármannsson. Og þá ætlum við að kynna lið heimamanna. Númer 1 Guðrún Gía Aradóttir, númer 12 Karen Birna Aradóttir, númer 3 Berglind Bendisdóttir, númer 6 Guðrún Jenny Sigurðardóttir, númer 7 Kristín Lísa Friðriksdóttir, númer 13 Fyrlin Karen Þorsteinsdóttir, númer 14 Díana Kristín Sigmarsdóttir, númer 15 Andrea Björk Harðardóttir, númer 17 Sunniva Sigurðardóttir, númer 21 Ólöf Ásta Arnþórsdóttir, númer 22 Diljá Baldursdóttir, númer 23 Díana Ágústsdóttir, númer 25 Þórhildur Vala Kjartansdóttir og númer 30 er Ylva Dögg Ástórsdóttir og þjálfari er Andrés Gunnlaugsson. Og ég ætla að biðja áhorfendur að styðja sín lið vel hér í dag og ég segi bara góða skemmtun og áfram Fjölnir. Já. Og það er kannski gott áður en leikurinn haldinn í kynni starfsmenn leiksins sem eru uppáhalds mínir menn á vellinum, Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson. Við skulum klappa vel fyrir þeim. Já, þið heyrið þarna í Ingvari tilkynna liðinu okkur, þannig ég ætla ekki að fara yfir það núna. Er ég með þér eða? Þú ert með mér. Ég nenni ekki að setja headset á mig, nenni ekki að hlusta á mig, en velkomin til leiks Helgi, gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis Ingvar. Þannig að þetta verður svona, við ætlum að svissa á milli, ég verður sett bæði, vallaþulur og lýsandi hérna með þér. Ég vona bara að það gangi vel. Og þú ég treysti þér fyllilega til að halda utan um þetta á meðan ég vippa mér í hinn hlutverkinn. Ertu búinn að renna yfir liðin eða? Nei, ég bara leiði fólki að hlusta á þig, lesið þú? Já, fólk hlustaði bara mig. Já, þá bara við þurfum ekkert að renna yfir liðin, við nefnum leikmanna vantarlega þegar leikurinn byrjar. Hún er með svo fallega rödd, ég vildi ekki vera eðilega Ég veit að hún er eins og Engit, hún er eins og Jóhann Friðgeir, það er bara þannig. Og það við sjáum það, tökumaður komin í hóttin, ætli sé ekki Rúf, mættir hérna. Jú, ég sá það hérna fyrir utan þegar ég var að mæta. Og Guðbjörg er klár á kameruna og hún ætlar að rúlla henni fram og tilbaka eftir því sem að leikurinn hreyfist. Já, við sjáum henni Ramóne Petarskíti sem er náttúrulega bara stórskita í íslenskum handbolta og ég manni í fyrirleiknum, það var mjög erfitt að stoppa hana. Hvernig fór fyrirleikur þessu liða? Það var alveg stórt tap, man ekki hvort það hafi verið í kringu 15 eða 17 mörk eitthvað. Bergur tæknumæður í dag ætlar reyndar að googla þetta betur fyrir okkur hvernig leikunum fór. Og já, ég tek að fram þegar ég var að kynna liðin í náðan og sleppti ég vísvitund að telja upp starfsmenn BC og D hjá báðum liðum því að það var ekki klárt hverju voru BC og D hjá Haugum á okkar skýrslu. Þannig að ég vildi gera báðum liðum jafn hátt undir höfði. Þannig já, leikunum voru 33-22 senast. Já, 11 marka tap. Já, þá er leikunum byrjaður. Já, það eru Fjölnistelpur í sókninni. Og þetta er hefbundið, það er Diljá, Díana, Berglind, Ólöf Ásta er enda komin inn í vinstri skiptuna í fjarveru Andreu og svo er Ylva í horninu. Andrea, er hún meidd? Andrea meidd, já. Hún er með brjóskloss held ég alveg örugglega, en hún verður frá í einhverja mánuði bara held ég. Já. Og það er fyrst að varða skotið hérna. Það var leikur númer 1 með sitt fyrsta varða skot, Elín Jóna Þorsteinsdóttir. Hún segir kannski að við höfum verið alveg sem í heppin hann að fá bara ekki 2 mínútur strax. Já, það er rétt. Hún kennir sér meins þarna, Ramóne. Á einhvern sé halla og ætla að hugsa og ætla að tippa og hún sé að skora svona 10 mörk í dag. Já. En annað veit ég ekki. Ég veit hennar stærð, hvað hún getur. Og ég veit að Haukastelpur eru sprækar. Það er mjög sérstaklega, við tökum hérna úr umferð leikmann nr. 10 hjá Haugum.
er hinn, Fyrsta mark leiksins, númer 14, Jóna Sigríður Halldórsdóttir. hinn útlendingurinn í liði Hauka. Já, og þá koma, já við missum hann að boltan, nei. Já. Og með annar mark Hauka og annar mark Sif, númer 14, Jóna Sigríður Halldórsdóttir. Þetta var allt og auðvelt. Já, ef þetta á að vera svona hérna þá var þetta gífurlega erfitt. Nei. Já. Já, vel varið hann á. Fyrsta var það skot númer 1, Gía Aradóttir. Þetta var vel varið á hann annað en eins og við ætlum að gefa þeim hraðaflöp en að gefa þeim 2 hraðaflöp fyrstu 2 mínútur, það er allt við mikið. sáum það bara áður en Ólöf sendi að það var að fara að stela þessu bolta. Já, þetta var skelfileg sending. Já, vonum að þetta sé hérna vítið til varnaðar og þetta batni núna. Það er sama byrjunarlið hjá okkur og hófleikinn eftir 2 mínútur, þannig er 2-0 fyrir Hauka. Já, stekkur upp að hægra hann, það er gripið. Já, við veitum hvort ég að skáta var en bolta eða hvað. Gripið var allavega. Þriðja mark fyrir Hauka, númer 14, Jóna Sigríður Halldórsdóttir. Já, Helgi, já, á þess að vera góð svartsýttina þá byrjar þetta hreint ekki vel. Nei. Þetta er ekki, já, hvorki draumabyrjun í eðlibyrjun held ég. Nei. Það eru eitthvað smeykarnir í sókninni. Ég hef ekki séð svona bitlausa lengi. Fjölnistelpuna, það er kannski fríið að fara illa í þær. Þetta er líka bara léleg skot, bæði... Já, við erum að, já, hún vippaði þetta, það var gripið. Já, nei. Sem betur fyrir náði Jóna þessum ekki. Það hefur verið slemmt ef hún væri komið 4 mörk eftir 3 mínútur úr hraðaplöpum hérna. Já, press út í horni hérna. Lítur engar, já, þær eru bara... Það fellur allt með Haukum hér. Og með sitt fyrsta mark fyrir Hauka, númer 10, Marja Inés. Já. Ég held að þetta sé rétt í dómarunum. Já, mér sýndist það líka. Hún tók þetta reyndar að kolna einhver stað en það er annar mál. Það er eitthvað ekki í lagi hér í sóknarleik Fjölnis og heldur ekki í varnarleiknum. Kemur ekki óvart að við fáum annað í bara leikli. Já, ég myndi taka leikli núna, já, þetta er hárrétt. Já, Helgi, hérna, já, ég veit ekki hvað er þetta að segja, Það er mjög lítið að segja eftir svona byrjun, það er bara, við vorum klálega ekki mættar stelpunnar undir leiks. Nei, það er eitthvað í undirbúningnum ekki alveg heilt. Og hérna... Ég veit ekki, ég er bara maður næst í orðlaus, Ég er bara eins og nú hef séð þó nokkra leiki með þeim í vetur. Þetta er langleiðasta byrjun sem ég hef séð hjá Fjölni. Vanlega það er mjög aggressívar í byrjun og tilbúnar í leikinn, sko. Samanlega því að nú eru tekið leikli eftir hvað, þetta eru 4 mínútur, staðan 4-0 og hérna, já það er bara vonandi að við séum að rífa okkur upp. Það var nú... Stelpunnar hljóta eru bara hissa. Veit ekki hvort það hafi bara enga trú á verkefni sem voru að fara í hérna. Nei, það er eitthvað, það vantar eitthvað. Það er vonandi að þetta leikli kannski komið eitthvað aðeins í gang. Þetta er náttúrulega verið skelfilegur dagur ef við ætlum að halda svona áfram. Já, þetta er langur dagur, það er bara þannig. En, já, ef þetta heldur svona áfram, vonandi að breytist. Já, nú er Fjölnistelpuna komin af stað. Díana reynir að finna Andrið þarna, fríkast. Já, Díana er að fara á reynslu á morgun til Molde. Já, ég vona persónulega hann gangi vel, en ef henni gengur of vel þar, þá hérna gæti það orðið vesinn fyrir okkur. Já. Hún alltaf... Já. Rúvarinn redda sér. Það er smá tækniði vesinn, það er bara full stúka hér í VIP-stúkunni sem gerist ekki oft. Nei. En hérna, við völdum sér klárlega leikinn til þess einmitt. Já, þetta er kannski ekki, við Fjölnis menn hefðum viljað fá betri leik til að við hefum verið að horfa á. Mér finnst það reyndar ágætlega mætt, sérstaklega með það að hérna, allir 3. og 4. loka kallar og Akureyri núna, keppa 4 leiki um helgina. Þeir eru nú vanir að mæta á stiða stelpunnar. Já. En alltaf vil maður fá fleiri. Það er hotn hana, Ramúni verð þennan í hotn. Þetta er svona, koma einhver aðeins meira bit, en þetta er samt ekki nógu gott. Þetta er skárra enn í byrjun, ég sammála því. En ekki nógu gott til að halda út leik. Það er höndin komin upp. Ylva með erfitt skot þarna, svona í skittunni, skálding fyrir utan. Það meikar náttúrulega ekki sens þegar höndin er komin upp að þið gefur niður í hotn. Nei, það er þetta rétt að þér.
það aldrei líklegt árangur. Og með þessi fyrsta mark númer 5, Ragnheiður Ragnarsdóttir. Já, þetta bara... Já, annað kom allan að marka okkur. Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir við óhættu, láti ykkur heyra í stúkunni. Já, það kemur eins og kallað bara stelpunnar í 7. kvenna að reyna að halda takti hérna og það hætta bara við. Guðbjörg og Kamerun ekki sátt með þetta. Já, nú kemur þetta. Já, það finna línuna og það varið fríkast. Ég held að maður hugsalega að fá víti þarna. Já, er þetta ekki bara vítið ekkert? Jó. Var þetta ekki svolítið svona samúðarbríka sem við fengum hana? Já, líklega. Já, vonandi að við séum að sína smá grimmt inn í vörðinni og reynum að minnka þetta aðeins. Nei. En það alveg spurning hvort að ég verð að setja spurningamerki við að við höfum að taka hún umferð því að þetta er bara allt opið hjá okkur. Já, ég held að sé algjör óþarfi bara, algjör. Spurningum að pröfa bara að fara niður 6-0 að sjá hvort að... Já, og minn allt til að spila með mann fyrir framann, ekki taka hún umferð. Já, þessi Díana allavega... Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Þessi Díana allavega, það er svona eina manneskja með lífsmarki sóknarlega okkur er Díana. En varnarlega er hún alltaf alveg skelfilegt. Já, ég er sammálaður, hún er að reyna og hún er komið 1-2 mörkin okkar en hún getur ekki borið þetta lið upp einn og já, það er að reyna allavega, það er smá barningur í þeim en það er eins og séu hrædda samt. En tempóið í leiknum er allt og hægt hjá okkur sóknarlega. Já, þetta er svona laugardagsfílingur einhver, það er svo séu æfingarleikur. Við verðum að hætta að stinga niður keyra smá tempó og mögulega getum við opnað eitthvað. Það er lítið að gerast sko. Þetta er við erum á þannig tempó, það er ekkert að opnast. Það er ekkert að opnast og við erum ekki... Sér þetta? Þetta er bara skrítið. Já, ágætis pressa á Dínu, vel gett hjá hann að fara ekki í hana. Það verður 100% alla á 2 ef hún hefði farið í hana. Þetta var bara mjög góð vörn. Mjög góð, og því hún líka sá hún átti lélega sendingu. Hún spretti hann tilbaka, sýndi hana. Já, hún hefur ekki alltaf verið kannski svo öflugasta varnarlega en þarna sýndi hún náttúrulega mikið vilja og komið við fyrir enn eitt marki úr hraðaflöfi. Þetta er bara ekki í lagi. Jæja. Vonum að þetta komi núna. Það sem þú kannski veist aðeins meira þetta lið heldur en ég. Erum við með einhver aðra sem getur spilað miðju og vinstri skiptu hérna á bekknum með okkur? Já, venjulega verður við náttúrulega með Söru Dögg sem að þó hún er bara að vera 16 ára á árinu en hún er sett í Bandaríkjunum með Söru Maríu og Söru Sif markmanni. Það eru sett að spila á móti í Bandaríkjunum á vegum Söru Margrétar. Þetta Brynjar Friðriksson, pappi Söru, hefur einhverja tengingu þarna út. Þau hafa tengingu í Bandaríkjun og þær hafa verið að fara stundum nokkra 3 og Sara Dögg og Sara Sif fóru núna. Þannig að þær eru ekki í þessum leik. Sara Dögg væri klárlega komin inn á held ég. Já, það er bara spjald hér á bekkinn. Spjald á bekkinn? Hann er ekki svona lappa að bekknum, spjald að bara. Nei, fara menn ekki ofta svona að bekknum og segja eitthvað? Er þetta... Nei, þetta var náttúrulega bara óþarfa kommenti hjá hann. Hvað, ég heyrði ekki hvað hann sagði. Hann spurði dómarana hvort það væri æfingarleikur. Hann fannst að vera eitthvað of... En eins og ég sagði hann, það er svona tempóð í honum þannig. Það er svona einhver leikur í einhverju Pepsi-mótinu á Selfossi eða eitthvað. En líka, það sorglega við þetta er, við varum að spila almennilega vörn og alvöru tempó í sókninni og það getur vel að vera að vinna þennan leik þar sem að Haukarnir eru ekki að gera neitt sérstakt. Nei. Við erum bara að spila... Það er bara að fengur náttúrulega 4 hraðaflöfan í byrjun. En bara vörnin hjá okkur er alveg... Og með því fjórðamann númer 14, Jóna Sigurður Halldórsdóttir. Ég segi bara vörnin hjá okkur er alveg skelfileg núna. Já, þetta er bara, það er erfitt að lýsa hvernig maður hugsaður hérna staðan 8-2 eftir 10 mínútur og þetta virðist alltaf að vera rosalega erfitt. Já. Og með því fjórðamann skot númer 1, Elín Jóna Þorsteinsdóttir.
eins og höldum áfram að taka umferð. Já. Og með sitt annað markið það nummer 20 Ramóne Petarskíti. Svo náttúrulega líka svolítið stór biti fyrir okkur að missa, þannig að við missum hægri hóttamanninu okkur. Við erum ekki með Söru, við erum ekki með Andru. Já. Þetta lið eins og Fjölnir sem frekar þunn skipað, þá þetta mjög stórir bitar að missa út. Þetta værum við að gera betur hluti ef allir verður með, þú veist það, ég held að það er líka ljóst fyrir. En ég meina við getum ekkert kvartað því, við erum að spila þessa leiki. Já, þarna lendaði saman. Þetta leit ekki vel út. Sá ekki betur núna en við njáaði hann í magan þegar hún var að skjóta. Já, hún stóð allan bara beint á hann og Díana var búin að ákvæða hver hreyfinguna skildi löppina sett eftir. Það var svona já, það var svolítið klaufalegt. Díana staðinu, hún fór líklega með hnýja Díana. Eins og mér sýndist hún fá. Það er illt í maganum að það sýnist mér. Þetta er ekki góður stað til að fá högg. Nei. Neðarlega, þetta er hann fyndin. Þetta Ramóne hendur sér ekkert niður bara upp á grínið. En hún er nú að standa upp aftur sem ég ákvæmt. Já, klappa verið því. Já, Andris með skilaboð hérna inn á völlin. Eitthvað verið að breyta aðeins vörðinni á okkur, sko, sem að fara í 6-0 núna. Vonum að við þéttum aðeins í göttin núna. Jæja, leikurinn fann að stað, við verðum að vera jákvæðir hérna. Staðan er 9-2 og við ætlum að reyna að gera betur. Díana út í hotn. Ólofasta, samt fín tilraun. Já, þetta er svolítið sein skipting hérna. Við Þóruldur inn á og það er auðvelt mark. Hún getur ekki tekið þessa skiptingu svona seint. Hún verður bara þá í vörðina ef hana. Við verðum að taka skiptingu alltaf seint. Hún verður þá bara að fara í vörð ef hún. Já, ég menna þú veist, í þessari stöðu hleypur bara tilbaka og fer bara í hotni í vörð. Það er bara, það er einhver sem að covera bara fyrir hann. Þetta var ekki eðlileg skipting þegar allir eru komnir fram með miðju. Nei. En þeir sem eru að horfa á þetta setna, hugsa örugglega við séum neikvæðustu menn í veröldinni. Það er ekki planið hérna. Nei, alls ekki. Við erum að reyna að vera jákvæðir. Og þetta er skemmtileg. Og númer 21 með sitt fyrsta markið í dag, Ólöf Ásta Antonsdóttir. En þú veist, þetta er líka, hinir þurfa að þora. Já, engin spurning, ég meina. Fyrir Díanu, það er mikið betra að taka skot fyrir utan sem við erum ekki að koma mörg úr. Það opnar þá fyrir Díanu hinum meginn. Algjörlega, þú sér að bara þetta markið Ólöf er að fara að opna eitthvað og þetta er bara fullkomin leikur fyrir þær núna, ok, það eru leikur 7 mörgum undir en ég meina tökum sénsana og förum í færi og látum vaða á markið. Þetta er leikurinn til að sýna sig. Það er bara þannig. Og með sitt þriðja markið í dag, nummer 20, Ramóne Petarskíti. En við ætlum að leiða henni þessu sko, þá var þetta auðvelt fyrir hann í dag. Já, þetta er allan að við erum ekki að gera mikið til að stoppa þetta. Berglind þetta ákveðin, Díana Ágústsdóttir komin í hægra hornið. Nú fáum við innkastið. Maður oft sé Berglindi vera í beinskeyttari í sókninu, hún er svona. Já, hún er svona, virkar svona smá lítið í sér eitthvað. Og þetta er svona tempóleysi eitthvað, það er allt eitthvað hægt og vantar árásagirnina. En þetta er rosalega erfitt ef við ætlum að fara bara í þessu skot. Við verðum bara að setja meira tempo í leikinn okkar, keyra það sem við ætlum að keyra í leiknum. Það er nóg pláss opið í vörninni hjá Haukum til að keyra og ef við keyrum upp tempóið og þessi dagamarkið dag nummer 5 er Ragnheiður Ragnarsdóttir. Það er nóg götum í vörninni á Haukum ef við keyrum upp tempóið sem við getum nýtt okkur. Já, ég er alveg sammála því. En meðan tempóið er svona hægt þá er þetta svo auðvelda færslur fyrir Haukastelpuna að ná. Já, ég menna, þú veist, það þurfi ekki að hafa neitt fyrir neinu í vörninni. Það er aldrei sótt á milli manna og það er aldrei að draga í sig neitt og Ramóne hérna aftur meitunir heldur þetta nefið á sér. Þetta er ekki góður dagur fyrir líkamann hennar, hún er búin að lenda í smá hnjaski hérna. Vonandi að það sé í lagi en það kemur inn á leikmann nr. 2, Ragnheiður Sveinsdóttir. Hún er ekki alveg jafn hávaxin og Ramóne en eflaust stendur sér feikilega vel. Jæja, Fjölnisstelpur, nú ætlum við bara að gera ykkur aðeins.
Já, kemur Díana með smá hreyfingu úr horninu. Við erum lengi að losa okkur bolta samt, þó hann hafi hugsað að flauta á snemma. Andrea Harðar býður spenntinn á línu eftir boltanum. Ólöf. Og það er enn og aftur. Og með sér 7. varðarskot nr. 1 Elín Jóna Þorsteinsdóttir. Þessi skotin eru líka sem er beint á markið og... Já, þau eru bara ekki, þau eru ekki skotin til að skora, skilur. Þetta er hérna, veist einhver svona tölfræðiskot einhver, ég veit ekki. En þú veist, kannski líðum þannig inn á vellinu, það get ekki gert neitt, ég veit það ekki. Ég hef allan ekki séð það svona máttlausar, bara frekar lengi. Eða aldrei líklega. Ég allan hef ekki séð það svona máttlausar, ég hef séð það í leikjum sem hafa tapað stórt, en það var allan, það var barátta og það var tempo í sókninni. Ég veit að, nú hef fylgst frekar lengi með Andrisi líka þegar hann var að þjálfa þriðaflokkin. Það vill hafa tempo í sókninni á sig. Já, ég meina ekki spurning. Já, fínt. Það tók hann á smá leikfléttu og klikkaði skotið hjá Maríu Innes. Liggur Díana eftir. Þetta er allt og lengi að skila okkur tilbaka. Fyrsta markið þetta nr. 14 Jóna Sigríður Halldórsdóttir. Það verður ekki þessi grein fyrir það. Þeir eru búin að leggja línuna hérna, Bjarki og Gunni, að þeir ætla ekki að dæma á einhver smá snertingar þegar þeir eru upp í loftinu. Það verða þeir bara að finna sér betri færi. Og líka þess að þeir eru að kvartundaðinni að segja að fá þetta touch þeir eru að skjóta, en þeir eru að gera þetta báðmegin og þá verða það bara aðlaða þess að því. Já. Ég er bara algjörlega, ég er alveg sammála því. Og meðan línan er sama báðmegin þá getur við ekki kvartað. Nei, ég meina, ég held að sé svona kannski ekki beint, kannski Andris, ég veit ekki hvort það eitthvað sé að kvarta, leikmennir, en hún lá eftir hérna, en ég held að sé ekki að kvarta neitt. Ég vona ekki. En Hafdísi komin á kústinn, það er jákvæmt. Díana ætlar að hvíla aðeins. Haldreiðir út af. Já, þetta er erfitt helgið að 13-3 eftir 15 mínútur, helmingu búinn af fyrri hálfleik. Og já, Kristín Lísa er komin inn á. Hún er föst, þannig ef hún fær færið þá bara hamrar hún á markið. Ég vona að hún sé ekki hrædd við neitt. Já, sleppa boltanum hana. Hættastinga niður. Já, fín hann að hreing. Já, ég sammála. Ólöf hann að hægir aðeins á. Þetta lítur eitthvað óöryggi bara. Ég held að náttúrulega, maður sér það, að stólið hann á 2-3 boltum í byrjun og sendingum frá þeim. Já. Það er alveg sneikar við að senda hann. Og fyrsta markið hennar í dag nr. 3, Berglind Benediktsdóttir. Þetta var gott skotið. Ég menn þetta kemur bara hreyfing á boltan, hún kemur á ferðinni og skýtur í gagnstætt horn. Og þetta er líka eitthvað sem við vitum að hún getur. Já, þetta er hún búin að gera í vetur. Þetta þarf ekki að vera fast ef þetta er alveg út í horni hinn. Nei, ég meina, algjörlega þetta var hann ekki negla. Og með sitt annar markið þetta nr. 13, María Karlsdóttir. Já, þetta var, hún vippaði svona einhver meginn í fjörunni og brotaði hans á hún. Stíja aftan á hælinn á henni þegar hún var að fara inn. Algjörlega óvart hjá henni. Já, hún er komin inn á Guðrún Jenny Sigurðardóttir sem var að koma til okkur núna bara fyrir örfáum dögum á láni frá Fram. Þannig að spurning hvað hún gerir. Já, smá hik hérna í sóknarleiknum. Hvað gerist hér, Berglind? Ólöf, Kristín. Já, Kristín er först, en þetta var langt fram hjá. Já, Andris er ánægður með að hún sé allan að reyna, ég er sammála því. Þetta er alltaf í lagi skot, þar sem hún er að ná skotið, þar sem ég nánast engi fyrir henni, það er engi snerting, þannig að það er skotið, þannig að skotið sem slíkt er alltaf í lagi. Það er bara næsta bara með aðeins betur og hitta markið, þá erum við bara í toppmálum. Engin spurning. Þetta var auðvelt. Og fyrsta markið hennar í dag nr. 9, Karen Helga Díunadóttir.
Það var glæsilegt skotan af Ólu Ástu. Til dæmis eins og þarna. Hammer. Þarna kemur bara smá tempó. Já. Við keyrum í baki að þeim. Engin spurning. Þetta, já, hérna hér. Þetta var líka alveg upp í samskeytin. Þetta er tempó sem við viljum fá, skilur. Mæta boltan á ferðinni. Þetta var rosalegt. Þetta var bara... Það var svona Svenna Þorgeirs skot eitthvað. Þetta getur hann allavega, að jákvæmt. Hver var þetta? Þetta var... Leikmaður nummer 10, María Inés. Og þessi þriðja mark, nummer 10, María Inés. Hún er með svona 12 eftirnöfn, ég ætla ekki að segja það öll hérna. María Inés er gott. Og Kristín Lísa! Og hérna með þessi fyrsta mark, nummer 7, Kristín Lísa Friðriksdóttir. Eins og ég var að segja á hann, þá er þetta akkurat málið. Já. Leyfin að skjóta því hún er ekki að fá touchi, hún er först, en hún getur alveg skorað. Já. Þannig að... Ég meina, ég bara sér gleði svipinn á henni, henni líður mjög vel með þetta. Gerið þetta stelpur, komið bara á ferðin og hamra á markið. Ég meina, klikkið, skotum og svo hamrið þessum. Já. Það er bara fínt. En þórið allan, þetta er, hérna er Þórhildur á þessu hæg hérna. Já, það var leikmaður nummer 3, Natalía. Natalía María Helen Ægisdóttir. Þessi samt jafnmörg nöfn og sagði þau öll. Já, þægilega að segja þessi heldur en hérna De Silva Pereira. Hún satt með þægileg nöfn, María Inés De Silva Já, Pereira. ég bara, María Inés, ég held að sé þekkt sem María Inés. Ég vil Inés, kannski hann að vinna í Inés, ég veit það ekki. Það er spurning, svennilega er hún að gera það. Það var allan skemmtilegt að Inés sé að vinna í Það var Inés. mjög gaman ef Inés myndi ráða hana sem andlit fyrirtækisins. Mér finnst það og þegar við verðum Inés höllinina eftir 2 ára þá væri bara til að fá andlitið hennar á þakkið. Það er engin spurning. Innes á þakkið, það er bara svo leis. Já. Já, ég ætla að láta hana vita eftir leik allan að hún er boðin velkomin. Númer 1, Gía Aradóttir. Var þetta samt ekki víti eða? Ég veit það ekki, jú, örgulega. En í stöðinu 17-16, nei. En þú veist, jú, líklega. Ef skrýta þetta með ekkert, skilur við? Maður er allan að sé dæmt víti á þetta. Já, Við erum orðað þannig. Já. En við fílum þetta. Já. Bjarki og hérna og Gunnar er búinn að standa sig fínt hérna í dag, fyrstu 20 minútur. Þeir eru nú alltaf góðir. Ég er þetta hrauna yfir daginn og Selfossi, það var bara svona aðeins til að vekja á. Þeir hafa gott að láta... Já, ég var aðeins æsi en þeir vissu alveg hvaðan gott hraun kom. Gáðu mér þetta báði miðputtar eftir leik en það var allt í gamni gert. Þeir eru léttir á því strákarnir. Já, þeir eru það. Sagan segir að Gunnar hafi verið sérstaklega léttur eftir að hann fekk boltan í hausinn hann í valsveiminu. Já, er þetta fyrsti leikurinn að skipta það? Nei, ég held þessi annar leikurinn. Annar leikurinn? Já. Já. Og þessi gamla mark, nummer 3, Berglind Benediktsdóttir. Það sem var eiginlega vestu það er að ég átti að fara út til Noregs held ég að dæma saman. Já, einmitt, og hafði gátt ekki farið, já. Það Gunnar Óli... Þeir fá fleiri tækifæri. Já, þeir fá fleiri tækifæri. En ég er samanlega, þetta er leiðilegt að, já. Það er leiðilegt að missa á svona... Algjörlega samanlega. Sko. Já, hún má ekki taka hann aftur, nei. Það var Karen sem tekur hann. Og Karen. Og með sitt annar mark, nummer 9, Karen Helga Stíðunardóttir. Já, Kristín Lísa hérna. Já, þetta var fín hreyfing hérna hjá henni. Berglind síðan. Þetta eru erfiðar sendingar. Díana á seinana, Díana Ágústsdóttir. Og það er leikurinn nummer 8. Leikmaður nummer 8. Og með sitt fyrsta mark, nummer 8, Agnes Ósk Egilsdóttir. Það er rúlla vel á liðinu sinni núna, Hauka stelpur, eðlilega. Og þá er Karen komin í markið í okkur. Já, ég hef mikla mætur á henni. Ég var að horfa á hann fyrir leiku og var að tala um það. Það er ótrúlega hvað hann er með langa útlimi. Já, það er hún er með markvarslega útlimi. Og með sitt 7. varðarskot, nummer 1, Elín Jóna Þorsteinsdóttir. Já, þeir ætluðu bara ekki að dæma þetta fyrra brot þarna.
Jú, þeir hefði kannski dæmt á ef hann hefði ekki náð boltanum, en heldur að það bara leiði þess að halda áfram. Já, það leit ekki vel út samt. Það var svona ósatt við þetta Haukarnir, en veist, hún er nánast búin að vinna boltan og brjóta hann, en hún er ekki að ræna neinu upplöfu marktaki. Það er, já. Leikmaður nummer 10 við fjórða mark, María Inés. Já, þetta er full auðvelt. En við þurfum að, eins og þarna, veist, hún er komin inn fyrir punta, hún er að, þú veist, keyra inn, það er enginn sem mætir, allir einhvern veginn í hávörð, þeir eru búin að leifa smá push. Já. Af hverju erum við ekki, veist, að mæta hans að pussi þar? Þeir eru greinilega að leifa, veist, bara, veist, aðeins að fyrir að skjóta. Og það er bara fín lína, skilur, það er ekkert að því. Sérstaklega eins og maður alveg sé marga dómara sem leifið ekki, en þeir eru búin að leifið þetta og á að nýta sér það. Já, það er samanlega. Þetta er eitthvað sem á að vera partur í handbolta að vera smá snerting í skotum, sko. Það á ekki að vera snertingulaus leikur. Algjörlega. Fór ekki að horfa hérna á tölvuskjáin, ég sá að það verið að sýna aðra mynd hérna heldur en við erum að horfa á hann. Það er rugglaðist aðeins. Ég held að allt var í rugglunni hérna. Jæja. Já, þetta var athyglisvert. Já, það kom allan að og ekki ruðningur. Þetta var líka aldrei ruðningur. Nei, en þú veist, það var svona skrítið moment bara. Já, þetta var. En hérna, já, kannski það sem verður virt hérna í næsta leik, það sem að kannski áhorfendur munu taka eftir, það verður GoPro myndaðilinn í markinu. Þannig að við munum geta skipt yfir á GoPro myndaðilina og hérna sýnt í vítakostum og svoleiðis. Það er skemmtileg fítus. Það er búið að tengja það hérna, ég held að Smári hinn klári sjáu alfarið það. Hann er með, hann ætla að vera á þessu leik í dag, en hann flög á hausinn. Hann flög á hausinn? Já, í gær og breytt framtönn. Já. Þannig að það vist nágrannar sér tannlæknir og ætla að redda fyrir honum tönninni. Já, síðast ég breytt tönn, þá var ég með Jónubyrjunir að kaupa mér Braðaref og hef ekki ennþá lagað í jaxli minn. Ég á 3-4 eftir í jaxlunum, en ég nenni ekki að pæla í því. En ég getur ekki tuggið með honum, en það skiptir engum máli því að það er búið að dæma vítakast hér. Það skiptir engum máli hvað ég var að gera með Braðaref með úldnu nammi sem var glerhart og ég bara... En bara svona ef þú vildi vita það. Þú er ekkert krafið annað í staðin sem þú fórst og fæstir í sem... Ég var að pæli því, en ég nefndi ekki að það satt í... Jæja. Eins og Dominos gerði, þeir reddu því bara fyrir. Hvað segirðu? Eins og Dominos, þeir reddu annað í tönnina á mennunum sem það fekk svo harða brauðstöng. Já, og hvað gerðist, bjóðan í Bandaríkjunum með það? Nei, bjóðan í Íslandi. Og hvað fekk hann? Hann bara fekk 9 tönn. Það? Það er Dominos, þetta er mjög skrítinn sjoppa hann á Grensásvegi ykkur starf. Ég þori ekki að fara þangað aftur inn, ég er bara... En ég þyrfti kannski ekki að gera eitthvað í því því að ég á bara 3-4 eftir á þessum jaxli, mestalagi. Óöpinn hann á hann, Ylva. Þetta hefði getað verið hrikalega fallegt. Vel varið. Númer 12, Karen Birna Aradóttir. Tók hann það fyrst skotsitt, vel varið hjá henni. Já, enn eitt hraðaflaupið og ég ætla tilbúin á hinum magnum. Og það er leikmaður nummer 9 með þriðanar, Karen Helga Dýrudóttir. Já, munurinn er komin upp í 15 mörk, Helgi KRI. Það er aðeins svo mikið. Það er alltaf mikið. Já, Brynjar Friðriksson er kominn hérna á tónlistina, ég er að fíla þetta. Hann er nýi Björgvin Páll. Hann er byrjað að syngja hérna. Það er mjög mikið stemning hér, laugardagsstemning. Þið sem er... JB. Já, það er kominn Justin Bieber feelingur í okkar mann. Ég er að fíla þetta, ég er að fíla þetta í drask, ég veit ekkert hvað er að gerast hérna en ég er að fíla þetta. Það er nú bara þannig. Og það er skot framhjá, við þykjum það. Við þykjum það. Já, keyrum á það. Það eru að hæga tilbaka. Já, Kristína var miklu fyrir að losa boltan. Koma þessi á miðuna, losa hann á Berglindi. Vandamáli var samt að Berglindi var ekkert að gera sér líklega til að vilja fá boltan. Nei, það er þetta hárrétt. Hún var bara á lappinu fram. Já, það er hún búin að ákveða að skjóta og það eru hendur fyrir framannina. Aldrei góð ákvörðun. Leikmaður nummer 8, já. Agnes Ósk. Það var leikmaður nummer 8 sem skoraði fyrir annar mark, Agnes Ósk Egilsdóttir. Heyrðu, 7-23, nei.
Það svona 90% af þessum 27 mínútum sem hafa liðið, þá eins og það hafi ekki nefnt að vera spilanleik. En það hafa komið kaflar, nokkrar sóknir. Mörkin sem voru með hamræðin upp í skeitin, Ólaf Ásta og Kristín og góða sóknir, aðskiluðu, menn bara góð slút. En þess á milli. Það bara eins og þetta sé, æfingarleikur, bara fyrsta æfingarleikur í... Þetta var Lína. Hún stóð inn í svefn- og heilsuskiltinu. Brynjar að heilsa þetta í myndaðina. Ég hef aldrei séð hann aðeins, Brynjar í essinu sínu. Ég mjög kátur með þetta, ég vil hafa þetta svona, eins og ég sagði viðtalinu við Díunu og Karin í gær, þá eru nettsjónvarp og okkur leifist allt. Við erum mjög frjálslega, en fóturinn. Já, við skilum kæri kveðju til Bandaríkjanna eins og við fórum yfir aðalstelpunir að spila úti. Sara og Sara. Það er mjög skemmtilegt að það er þreföld Sara úti. Já, við bara þykjum það. Já, vel varðið hann á Karinni. Númer 12, Karen Birna Aradóttir. Já, Karen kom með 2 varin skot eins og Gía. Ég hugsa Karen klára leikinn bara. Ágætis hreyfing þarna að vanda saman hvað þegar hún kemur í þessa hreyfingahelgi til vinstri, hvað er þá Ylva að gera hérna á Húsasmiðskiltinu? Akkur er Ylva ekki komin í árás með 1-2, tilbúin að fá boltan á ferðinni. Og veist, við getum ekki að gera alltaf 1 og 1. Ylva verður að draga sig breiðar út og koma á ferðinni. Hérna! Þetta er hárið rétt. Þú veist hvað? Já, ég nenni ekki að hljóma þessu í síðan eitthvað. Vel varðið hann á Karinni. Númer 12, Karen Birna Aradóttir. Þetta er líka búið að vera vandamál okkar í leiknum að það er ekki verið að sækja á. Þú veist, þegar einn fer á stað, þá standa hinn og horfa. Ég er að segja það, þú veist, það gengur ekki. Jón Karl formaður er komin í hús, ég vil bara benda glöggum áhorfendum á það, hann stendur í horninu eins og hann eigi heiminn og hann áleika heiminn. Núi! Þetta var... Það leikur nú 15 Anna Vilhelm Krasafóttir með sitt fyrsta mark. Þetta var eins og Bubbi myndi segja, B og B-A. Já, þetta var alvöru bopa, það er bara þannig, fá hann í horni hérna. Björgvin Páll Rúnarsson, leikmaður meistaraflokks og tónlistarstjóri er mættur hér í hús og biður fyrir kærri kveðju til áhorfenda. Henni er hér með skilað. Þetta skref. Jájá, hann þarf að gefa það, Gunnar. Við bara svona í skjótið það, þá vorum við Björki að skemmt okkur saman í gær, en það skiptir ekki öllu máli. En það var mjög gaman og Bergur var það líka og það er mjög jákvætt að viti það ekki allir. En Kristín, það eru 8 sekundur og það er varið. Já, þetta var vel gert. Og með sitt fyrsta mark er þetta númer 6, Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Það er fyrsta markið hennar. Herru, við ætlum að taka ykkur smá hlé með hana hálfleikurinn í gangi og við sjáum ykkur eftir örskamma stund. Það er bara
Já, þá leikurinn farin að stað. Díana kom með hérna massíft Prófa að teip heyra utan síðan. hægra hnið. Já, allt að gerast hérna. Heyrðist ekki ákveð tíminn, Helgi? Það heyrist mjög létt. Já, ég reyna að halda mér aðeins fjær í mikrofónunum svo maður sé ekki alltaf í svona skruðningum að ég er svo hávær, það er mikið læti í mér. Það var satt með þessa englarödd, það er aldrei skruðningar henni. Sko. Ég veit það, ég samanlega, heyrðu. Já, þetta er fótur. Byrjar vel hérna seinni hálfleikurinn. Við ætlum að gera betur í síðari hálfleik heldur en í fyrri. Já, búið að teipa þarna skemmtilega á díunu. Og Berglind. Já, Berglind skýtur í sláður bara skipt markmann. Það er komin inn á Tinna Húnbjörg. Það er komin í markið á Haugum. Jói Lange mættur í hús. Já, Lange og Kári Garðarsson sem var með fyrirlistur og þjálfarnáski sem ég var á síðustu helgi. Við bjóðum þá hjartalega velkomni í hús. Þeirra sjálfsög tölta hérna fram í allir í stúkunni til að láta vita þessu ég mættir eins og það á að gera hlutina. Já. Hvað er að gerast þarna? Ef við erum að vinka einhverjum sérstakum inn uppi. Hvað skoraði? Ég var ekki að horfa á þetta. Leikmaður númer 4. Var hann númer 4? Já, Karin Ósk. Það var leikmaður númer 4 með fyrsta mann Karin Ósk Kolbjörnsdóttir. Er það ekki rétt munið með þessi stelpa var í Fjölni eða? Einhvern tímann? Jú, ég sá að hann að Brynja Friðriks Heilsen á hann. Ég held hún hafi verið henni í gamla daga. Þannig að ég held að hún sé Fjölnistelpa. Það er staðfest, segir Bergur. Hann sagði þetta með sér í sviga. Já, heyrðu. Við það var hvað, skref? Með Runugur, Sóknarbrot, það var allan að... Það var allan eitthvað sem var dæmt á okkur. Já. Það var eiginlega svo vandræðalegt að það geti dæmt margt þarna. Já. Já, vel stólið hérna. Náðunum. Já, það var þetta fínir varnartilburðir hérna hjá henni. Berglindi. Vel var í Óluvastu. Já, bara hreyðuð með boltan. Það fyrir töðunar með þegar leikmenn vinna boltan inn fyrir punktælinu. Það er bara sér með ekki hreyfa sig og með ekki drippla það neitt. Núna bara eitt sem ég langar að segja. Sástu þarna þegar Berglind sótt á. Já. Þarna var loksins. Þannig að ég skipta hann hjá okkur, komin í hreyfingu og Berglind hefði getað að gefa hann en alltaf lægi líka að skjóta hann. Já, og galopið skot, já. En þú veist, þarna opnast allt. Þetta er svo auðvelt, þetta er svo einfalt. Ef við gerum þetta, þá opnast þetta aftur og aftur fyrir okkur. Það er bara hannig. Algjörlega. Sammála því. Og aðeins á einhvern sé hallað, þá sé ég hér í andirinu, í hurðinni, standa Jói Backmann og Sveinn Þorgeirsson. Ég segi bara vá. Það er rándýrt teimi, það er bara hannig. Já, ég segi bara vaff á vá. Jæja, þetta við tekið óra tíma en leikurinn er loksins að fara af staðina. Það er 25-8 staðan fyrir Haugum og Fjölnisliði sóknina. Já. Þessi ennallána, það eru klár batamerki á Fjölnisliðinu sóknarlega. Engin spurning. Það er jákvætt, það eru mættar henni í seinni hálfleikinn í sókn. Klárt mál. Haltu bara boltan og fáðu fríkastið. Já. Þetta er tvígrip, það er rétt. Sko það sem ég myndi að telja að vera mikilvægast inn í seinni hálfleik var að ekki endilega skora á mikið á mörkum, en reynum að bæta bara varnarleikinn okkar, þétta aðeins. Þetta. Já. Og með sitt þriðja mark í dag nummer 21 Ólöf Ásta Arnórsdóttir. Já, ef við höldum að taka réttu sénsana í sók sem við erum búin að gera eiginlega bara inn í seinni hálfleik sem fyrstu 4 mínúturnar og erum ekki að fá þessi ódýru hraðablaup, þá þetta er bara svona upp á tölurnar, þannig að það sé ekki 48-17 eða eitthvað. Það væri gaman að minnka þetta niður. Já, bara við höldum þessu kannski kringu 40 mörkin, þá er það að standa sig vel varnarlega í seinni hálfleik. Líka með fullir vinningu fyrir Haukaliðin, þá er það komin með varalegi sitt innan núna. Þannig að við eigum að geta saksa á þetta ef við spilum almennilega vörn og klárum sóknina okkar vel. Alveg klárt.
alveg klárt. Það var tæft á því að vera skref, myndi ég segja. Já. Það er eitthvað aðeins óöryggar núna sóknarliði Haugum. Kannski eðlilega, eins og segir, þetta er, já, allar held ég sem byrjuðu ekki leikinn. Hægra hotni byrjaði hún ekki, held að hún sé eina Já, það getur verið. Þetta er góð vörn bara. Það er eðlilegt að það er notið leikinn í þetta, í þessari stöðu, já, það var góð vörn. Þetta eru 2 mínútur, já. Já. Það heyrðist vel í bekknum hjá Fjölni, enda vildi þeir fá þarna eitthvað sinns nú að fengu það. Foreldrar þessar stúlkur eru miklu snillingar. Foreldrar hverjar? En að stelpuna sem fekk 2 mínútur hana. Já, það? Já. Hver er það? Eydís og Þröstur. Já, glæslegt. Og það er leikmann númer 3 með sitt 3. mark, Berglind Bindóttir. Hvað segirðu, hvaða fólk er þetta? Þetta er fólk bara sem að ég þekki bara? Þekki og þetta eru miklu snillingar. Miklu snillingar, já. Nei, það er sorglegt að þau séu ekki hérna í stúkunni til að horfa á þetta. Já, þau eru kannski heima að horfa á okkur. Þannig að við byggjum minnilega að heilsa ykkur. Ef þið eru að horfa. Ég bara byggjum að heilsa enga síður. Að horfa á okkur einhvern tímann. Já, auðvelt. Og það var leikmann númer 8 sem skoraði 3. mark, Agnes Ósk Eiríksdóttir. Þetta var aðeins. Allt auðvelt, já. Þetta er víti og 2 mínútur. Þetta var ekki gott. Þetta var alveg, já, leit út úr ekki þægilegt. Þetta minnir mig á skemmtilegt atvik hérna í umspilinu fyrra þegar að Ómar starfsbróðinn dæmdi fríkast. Já, það var þetta mun verða þetta skilur en hérna, þetta minnir mig alltaf á hérna megin, bara þessi staða. Bara svolítið að rifja upp leðilega tíma. Mjög aðeinsett aðeins, svo ekki sem er sagt. En við ætlum ekki að pæla því. Já, það kamur aðeins út en það lögur ómikið sigur. Og það vel gett hjá hana, Markmaður kom við hana í markinu við austan en náði ekki að verða kom til reynslu til móðsækið á morgun. Já, fylgdi hann Díun Ágústsdóttir sem að fiskskæði og hérna það er Gísjan, við náttúrulega erum 2 fleiri, við eigum ekki að fá eigum ekki að fá okkur 2 fleiri. Það er bara Nei, bara rétt hjá þér. Leikmann númer 3, Berglind Bindóttir. Já, Karen fyrirlið að láta þér heyra byggðar vinsalast að standa inn á vörn og ég er bara sammálinni standa inn á vörnstelpur. Það byrjuði þarna fyrstu 5 mínúturnar mjög vel í vörninni, svo þetta svona aðeins svona dotta aftur niður, þannig að við erum að stíga aftur upp í vörninni og stoppa. Já, nú erum við aðeins, við erum bara miklu harðar í vörn núna enn í fyrra hálfleik. Þetta er bara góð vörn og bara gaman að sjá að við ætlum okkur eitthvað aðeins meira enn í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik. Engin spurning. Það er kannski ekki endilega skotið sem við erum að leita eftir. Fyrsta var það skot hérna á Hólmbjörn. Þetta má ekki. Þetta er bannað í handbolta. Já, þetta er hárrétt. Ekkert við þess að segja. Og það taka Haukar leikli. Athyglisvert. Já. Það skal skerpa eins á það, þeir eru náttúrulega ekki búin að öfluga sóknarlega þannig og áttu eina góða línusendingu reyndar eftir að skipta hann leist inn en kannski vill hann aðeins skerpa á þessu.
Það er náttúrulega hann að nota hann leik til þess að æfa yngri stelpunar. Eðlilega. Það er bara mjög jákvætt fyrir Hauka að hann sé að ná spilatíma fyrir þær. Engin spurning. Verða bara betri fyrir vikið. Engin spurning. Helgi, svo fáum við það erfiða verkefni hérna eftir fyrir lok leiks að tilkynna dóminusmenn leiksins sem að það svo skemmtilega við til að ég nægi gjafabréfin eftir helgi, þannig að ég þarf að fara með gjafabréf Haukastúlna upp á Ásvelli í vikunni. Það ekki bara með þetta heim til henni? Já, fyrir utan það skilur við, en byrja að fara á Ásvelli. Fá heimilisvang og... Já, við kíkjum þangað allavega, látum Petter Bamrúk fá það. En þannig við veljum eftir dóminusmannleiksins í hvoru liði og það fær í myndatöku hjá Þorgils vinn okkar eftir leikinn. Og hjá okkur núna myndi ég veit ekki hver er búinn að vera bestur hjá Fjölnisliðinu sem af finnst þér? Það er mjög góð spurning. Ég myndi svo að tippa Berglindi kannski. Já. Jafnvel Ólaf Ásta. Sjáum hvað þessi seinni hálfleikur gefur okkur. Það er leikmaður númer 12 með sitt 4. varnarskot, Karen Birna Arondóttir. Við sjáum hvað þessi seinni hálfleikur gefur okkur og verður kannski vonandi einhver sem að stígur aðeins meður upp. Karen er búinn að vera fín núna, þú veist. Hún er búinn að verja alla boltana sem hún á að verja. Já. Og svo er Ólaf Ásta búinn að vera dugleg. Þetta er vel spil og við erum óopinn að klára þetta færi, en þetta er allavega fínt spil hjá okkur og við erum að koma okkur í færi. Það er jákvætt. Klárt. Nú er mjög fyndið að sjá Jóhann Örn, 18% mannin sem byrjaði 21% fyrir 4 vikur síðan, stefnir á 7% hérna í júní, labbarinn í salinn með körfubolta í hönd. Það er greinilega æfingi á þeim. Já, það er körfuboltaæfingi á handboltaliðinu Hnefanum. Haukar í sókn. Og veit ekki skref eða? Já, lína dæmir hann. Nei, hún náttúrulega stingur niður, ég held að hún ekki verið skref en. Hún samt, mér fannst að bæta við að auka skref í hliðarhreyfingunni. En á þann lína. Við fengum allan að boltan, þannig að það er það sem skiptir máli í þessu. Við kvörtum ekkert hér, við erum svo jákvæðir. Mér finnst eins og þannig, ég myndi segja að Berglind ætti ekki að fara í klippingunum við hérna, heldur bara að koma á milli í 2 og 3 hana og keyra þar inn, því að þar opnast, þær þéttar svo svakalega inn. Þetta verður erfitt, við erum að þröngva hann inn á miðju. Skemmtileg tilraun. Já. Bolti, já. Já, nú bara stilla upp í góða sókn. Ylva komin aftur inn á. Eins og það er mjög gaman að hlusta á Andrés, þóttu við séum að tapa þetta með 15 mörkum. Þá er hann ánægður þegar við erum að gera eitthvað gott. Þetta er ekki svona, það er jákvætt að hafa þjálfara sem að... Þú verður náttúrulega að nota tímanleiki í það, skilur, mér er samlega, það er ekki allir sem myndi vera það. Þannig að þetta er mjög jákvætt. Þannig að við margir þjálfara sem myndi bara sitja núna niðri og segja ekki orð. Annarkvæmt í fílu eða bölvu öllu sem er slæmt gert. En þetta er jákvæð nálgun, engin spurning, þetta var vel spilað. Þetta var mjög vel gert. Hún verður að klára þessi færi. Hún Andrea Björk. Góð vörn þarna. Já. Þetta er búið að vera allt í lagi í seinni hálfleikur hjá okkur. Já. Ég meina, sem að stafa bæði á því að það er búin að skipta út liðinu sínu en við erum alltaf búin að herða okkur líka. Við værum að spila líka vel á móti byrjunarliðinu þeirra. Það er bara búin að, það er miklu betri vörn og sóknin er komið smá tempó í hana. Já, það er allan að þora að nenna á vilja núna. Það vantaði byrjun. Þetta eru 2 mínútur. Það er komað smá leiktilburður hann á Dínu Ágústsdóttur, hún var ekki ánægð með þetta, hún segi hún hefur verið að henda sér hann. Já. Ég held að hún myndi ekki fá að vinna í Hollywood við þetta. Nei, en ég meina hvað, ef hún myndi lappa upp á dómara og svona sína þetta, myndi hún fá aðra 2 eða? Nei, veist, þetta var nú frekar sakleysilegt eitthvað svona. Já. Menn verður nú aðeins að fá að... Já, ég er sammála því, skilu, en kannski ef einhverju fúll á móti. Það er nú ekki ágjör af því að Gunnar og Bjarki séu fúlir á móti. Nei, ég veit það. Í körfubolta var þetta tæknið öll út úr húsi, sko. Ja, það er bara Leifur að ræða. Já. Og númer 12 með sitt 7. varð Karen Birna Arondóttir.
Karin að koma sterk inn. Já, Karin að koma mjög sterk inn. Ó. Það leikmaður númer 3 með sitt annað mark, Natalia María Helen Ægisdóttir. Þjálfararnir í Fjölni voru ekki sátti við hún keyrði þarna upp um einum færri og hann að kalla á hann og segja hann að slaka á. Þetta var smá svona Lóa Geirs moment. Þá dripla bara upp og ekkert að pæla. Eins og voru búin að jákvæða nokkra mínútur undan og tók smá kast þarna. En þú veist, allt í lagi að taka eitt kast. Já, 1-1 kast. Allan síni vilja að sækja. Engi spurning. Það er jákvætt. Engi spurning. Já, hún að reyna kannski full einhæft. Hún bara að skjóta, Díana skýtur. Hún ekki alveg heil, hún Díana. Nei, hún fer lemstru í þetta ferðalag til Noregs. Kannski ekki heppilegu tími ef hún eitthvað smá meidd. Og þessi þriðja mark leikmaður númer 3 í liði gestanna Natalia María Helen Ægisdóttir. Já, það aftur komið svona þessi kafli eins og var í fyrráleik svona of þægilegt fyrir Haukana. Líka, Anna, ef við horfum núna til dæmis á Haukavörnina, hvað þéttar rosalega til. Vel gert. Það vel spilað. Þéttar rosalega til hægri. Og það var leikmaður númer 21 með sitt fjórða mark, Ólöf Ásta Arnórsdóttir. Það rétt af rosalega mikið til hægri frá okkur séð. Þess að það að segja sóknarlega frá okkur. Þannig ef þegar Díana að sækja, ef Berglind fer bara milli 2 og 3, þá opnast fyrir vinstri skiptuna milli 1 og 2. Engin spurning. Þetta var þvílík keyrsla þarna. Þetta kallar maður að fórna sér. Vá, ég bara fekk næstu bara sjokk þarna. Ég vona að sé lægi með að báðara sérstaklega Ólöf, hún geta að leiðið illa eftir. Tók svo strax hálsinn á sig eitthvað. Já, hún fórnaði sér í verkefni, það klárt. En þú sást að þessi sókn hérna, það eru allar að sækja krafti, koma allar að ferðinni. Hún sækir hérna mjög breytt hérna skittan nummer 15, hann að dóttir vinna hérna. Og miðjan heldur áfram og svo kemur þetta úr siglingunni. Hún hefði farið aðeins til hliðar og hann farið í gegn. Hún stekkur beint á Ólöfu, en ég minna þetta er stimplun. Þetta er líka bara, vörnin er mjög góð hjá Ólöfu hana. Hún sér hún að koma og tekur sér stöðu og færa hann á sig. En það þarf ekki mikið til, þú veist, ef Ólöfu er eitt skref til vinstri þá fer hún í gegnum skóla. Algjörlega. Allan að döðafæri. Já, ég meina þetta var bara frábærlega vel gert í Haukunum. Það er þetta sem við þurfum að fá hjá okkur. Vantar aðeins svona stimpluna faktorinn hjá okkur. Það er eitthvað smá vesenni á Hafdísinn á moppunni. Hún er auðvitað með að moppa svefn- og heilsuskiltið sem er við hliðina á AB varahlutaskiltinu. Bara svona svo við komum því að hver er að styrkja okkur hér. En það þurfti líka kannski að taka hann í kennslu hvernig á að... Nei, hún er bara í kynntíkunni og svona, hún er með svona axlarhreyfingar, ég er að fíla þetta, mest að fyndið. En við kannski fáum Hönnurhund á moppunni næsta leik, en það kann hún allar hreyfingar. Og vel spilað, glæsilegt. Og það er leikmaður númer 6 með sitt annað mark, Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Já, Landsbaðurinn og Fram að gera fína hluti, komið 2 mörk. Við erum að spila fína vörn, við erum að stimpla, við erum að fá opnaði við línuna. En þetta er 100 sinni betra heldur en á. Já, allt hana. Það er vel spilað á Haukunum. Og það er leikmaður númer 2 með sitt fyrsta mark, Ragnheiður Sveinsdóttir. Og það taka heimamenn leik hér. Það eru með mjög skemmtilegt kerfið sem við taka með línumanninum. Það sem að línumannin kemur aðeins út á búndalínu og svo kemur stimplun og þá keyrir hún inn. Já. Þetta er mjög skemmtilegt að horfa á þetta. Þetta er klart mála, þetta er eitthvað sem er æft hjá hann. Það gerir allan leikinn. Það er mjög gaman að sjá þetta.
svo við segjum eitthvað jákvæmt líka. Já, bara algjörlega, eins og segi. Og ég meina, það sem er jákvæmt í þessu seinni hálfleikurinn í okkur jákvæðari. Og mér finnst flott að fylgjast með þessu varalegu hugga sem búið að spila mest meginn sem seinni hálfleik. Að það að spila bara mjög vel. Ramúni eitthvað að segja til? Hún hefur nú alveg sitt hvað til málun að leggja. Já, hún kann 1 eða 2 hluti. Hefur gert margt gott inn á handboltavellinum í gegnum tíðina og margreind. Bergur tæknimaður, hvernig er það? Bikarleikurinn á miðvikudagur mútið Fylki getur aðtökklum hvað hann er. Svo kannski segjum bæði árundum það hér og svo ætlum ég að tilkynna það hér inn á vellinum. Það er á miðvikudaginn held ég lögreglega í Fylkisöllinni er bikarleikur. Og já, vonandi að það verður bara hörkuleikur. Verða Sara og Sara komin heim? Sara var komin heim, Díana ávist að vera komin heim, en maður veit aldrei með sér flug. En hún verður náttúrulega nýbúin að taka 3 æfingar og 3 flug og maður veit aldrei hvernig það verður. Leikurinn er klukkan 19:30. 19:30 á miðvikudaginn. Hvetjum alltaf að kíkja í Fylkishöllina á miðvikudaginn. Já, góð vörð hann á Haukunum. Hún spila 4-2 núna þarna. Já, 2 línumenn, Andrea og Guðrún Jenny. Og skot hérna yfir, slána yfir. Já, Ólöf er að standa sér frábærlega í vörð hérna. Ég er að segja það Helgi, hún er orðin crowd favorite til að vera maður leiksins hérna. Já, eins og hún er búin að, hún er að sýna vilja og hún er að sýna henni langar. Það er bara þannig. Já, fóturinn 2 af Maríu Karlsdóttur. Ég myndi segja að þetta hafi verið svolítið strangur dómari sem snýr baki. Já, jú. Það er langt bara að dæma bara bríkast. Hún er ekki heldur ekki, hún er að reyna að setja fótinn fyrir, ég veit það ekki. Nei, mér sýndist ekki, að hann geti lyft fætunum með neitt. Nei, skipt svo sem ekki öllum máli. Nei. Við tökum líka alltaf 2 mínútur. Já, við þykjum það. Og það er vítakast, já, Guðrún Jenny að spila vel hérna. Vel fiska víti. Og þetta segi ég ekki bara því að pappirinn er á sölunum, þetta var vel gert hjá henni. Og þá er það Berglind, ég ætla að tippa á hann skjóti niðri hægra megin nær okkur. Hvað segir þú Helgi? Já, ég kemur ekkert óvart. Þetta er lesið í gær. Eða hinum megin, við þykjum það. Og með sitt 5. mark, nummer 3, Berglind Dissdóttir. Ég samt, þegar hún stendur undan búndinum og er að taka fake skotið sitt, þá ég hugsaði svona, er hún bara að drífa marki? Já, þetta var svona letilegt eitthvað, já. Það var alveg... Það var svona í takt við leikinn. Já. En það skautur ekkert mjög fast. Nei, hún skaut ekki fast. Markmann líka mjög nálægt að verða þetta. Skaut hana bara næstu í áður við boltan hana, nummer 8. Hún var komin í hreyfinu. Já, bara, ég verð að fara að skjóta. Þetta var mjög fyndið. Já, vel gert hjá ná skotinu. Þessir öflum var línunni að náðan tvisturinn. Ragnheiður Sveinsdóttir. Þetta er hörkulið, þetta haukalið. Þetta er mjög gott lið. Og góð breidd í líka. Þú sér að þetta er stelpan sem byrjaði ekki inn á þessu. Og leikmann nummer 25 sem var þetta skot til Húnbjörg. Þetta var mjög góði varnartilburður hjá Guðrún Jenny. Já, eins og þetta var óöfn að skora ekki. Þetta er aðeins herra fyrir David löpun á hann. Já. Ég hef ekki átt að hrósa henni svo mikið hérna. Já, við hefum alltaf að hrósa, ég er að grínast. Var þetta varðið hérna? Já, við hefum ekki gefið henni allavega. Við ætlum að gefa henni allavega sagan, ég ætla ekki að taka nafnið henni, ég ætla að gefa henni hérna að næstur að koma 8 varinn. Hún er með 7 núna. Það er ekki alls slæmt. Hotkast. En ég myndi segja að það varu 2 sem er að berast á fjölunni að vera maður leiksins. Karin og Ólöf. Já. Já, ég er samanlega því. Ég er bara svona hugsað að Karin er einu sem fengi og Ólöf aldrei og maður svona... Það var gaman að gefa henni þetta, peppa henni þessu upp. Hún er bara spila ágætlega stórt hlutverk hjá okkur hérna. Ég er að segja, hún er ekki... Þetta er stærsta hlutverk hérna í vetur, sko, að þessi leikur hún byrjaði bara á... Og hún er að reyna, hún er á fullu, þú veist, og hún er að taka á sig bara mikla ábyrgð. Búin að spila vel varnarlega, búin að fórna sér. Allavega eins og staðan er vinnur í huppu í svona átalega skilið. Vinnur hún í hverju séri? Huppu. Huppu? Það er eitthvað ísbúð, huppa.
Ok. Það nú bara þannig. Ég hef einu sem fengið mér ísar. Hvað þessi ísbúð? Ég vil segja Skeifinni. Gæti verið Faxafen, Fákafen, ég man ekkert hvað þetta heitir. Sólheimar eða eitthvað. Það var leikmaður nr. 26 með sitt fyrsta mark, Vilborg Pétursdóttir. Sólheim segir maðurinn. Já, eða Glaðheimar eða Álfheimar. Álfheimar, ég ætla að segja Álfheimar. Álfheimar ísbúðin gamla. Það bara þannig, ég er búinn að staðfest, þetta er staðfest. Þetta er staðfest, skjálfest. Þetta er lokasvar, þetta er reyna að sviga, þetta er bara búið. Komið, Álfheimar ísbúðin, góðu gestir. Jæja, að leiknum að venjum, við dettum alltaf út hérna. Þetta er Ruðningur. Já. Leikmaður sem stendur hérna hinum meginn á Ragnar Sveinsdóttir vill fá bara víti 2 og meðan Andris vill fá Ruðning. Mér varst að reynda að vera Ruðningur, persónulega. Já, ég sammála því. Þú veist, að því að óháð því hvort að Berglind sé að hreyfa sig, þá er þetta framhreyfing hjá henni. Mér finnst það bara Ruðningur, já. Við getum verið sammála um það. Mér varst að Ruðningur. En þú veist, skiptir engu máli í heildarmyndinni. Bara halda áfram, næsti bolti. Já, mikil hreyfing þarna, þetta var vel gert hjá henni. Eitt af því hún kastar boltan mann eftir að dæmtir, nú er ekki að segja það yfir 2 mínútur, en það var mjög furðulegt atvik í Ísland-Noregur í gær þegar hann gerði þetta viljandi og bara strax afsökunar, eiginlega án hann skaut. Eiginlega án hann skaut. Og skaut líka í höfuðhæð á hann í Bjögga í markinu hjá okkur. Það var mjög sérstakt. Já, hann bara greinilega var að reyna að vera leiðilegur skilur og hérna sá. Vel gert. Þetta var frábær sending hjá Díunu þarna og líka skemmtilega klárað hjá. Það var bara mjög vel klárað. Tók hann að berga á þetta og vippaði þarna. Vantaði puttafagniðinn, annars bara mjög gott. Bergur tekur hann kannski í kennslu hvernig á að taka puttafagni fyrir næsta leik. Já, bara Bergur verður með kennslu í fögnum hérna alla laugardaga fram að páskum. Þetta var skref, já. Góð hreyfing, skref. Ég hef reynda stundu sagt að maður ekki dæmi að skrifa góða hreyfingu en ég ætla að vera ósammála sjálfur með þarna og segja það ég ætla að skrifa þetta. Líka kannski, hún tók drippli alltaf snemma. Já, en þetta var frábær hreyfing sko. Það var mjög skemmtileg hreyfing, ef hún hefði á drippli eftir þá... Já, allt galopið. Það var líka svona skemmtilegt svona hlýða saman hlýðar eitthvað. Þú sér þetta ekki oft í handboltanum? Nei, hlýða saman hlýðar maður nú öflugur í því í dansinum í tónmentatímanum. Ég get alveg séð það fyrir mér að þú hafði verið öflugur í því. Já, mjög góður í hlýða saman hlýðar, mjög góður í valsi og ég var reynda mjög góður í jive þegar ég fór í Vestló en það er annað mál. Þetta er vítakast. Já, hárrétt, ég ætla að gefa varslu hérna á Tinnu Húnbjörg. Hérna í Haukaliðinu, þú veist, það sem voru að spila henni mikið í fyrra áleik. Karen Helga meðan hún fín. Svona Mari Ines er náttúrulega góð og Peterskite en svona, það er svona mín tilfinning. Leikmaður nr. 14 með sitt 4. mark, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Hvað hét leikmaður sem skoraði fyrstu 4 mörkin? Það var hérna Jóna Sigríður Halldórsdóttir. Hún alltaf byrjaði leikinn mjög vel. Nú er ég ekkert alveg múin að yfir að maður leikinn. Nei, á Jóna Sigríður. Já, þetta var meira forvitni á mér heldur en svona. Já, hún átti hann á fyrstu 4 sem var mjög gott. Hún setti heila svolítið tónin fyrir restina af leiknum. En svo bara spila hún ekkert skilur. Jú, hún spilaði fyrir áleikinn. Eins og hinnar þarna. Jú. En hún sást drótt lítið fyrir utan þessar fyrstu 10 mínútur leikum. Já. En það er spurning hvort einhver hérna í liðinu setna áleik eigi þetta að vera skilið það. Hvað finnst þér? Hún má kannski íhuga þetta. Við hugsum þetta aðeins. Og það er leikmaður nr. 12 með sitt 8. varðarskot, Karen Birna Aradóttir. Við erum aðeins að kenna áhorfendunum sko þegar maður tekur þetta svona eftir og þá er þetta til þess að fá peppið úr stúkunni sko. Og já, dauðafæri. Og það er leikmaður nr. 8 með sitt 4. mark, Agnes Ósk Egilsdóttir. Hún er líka búin að vera öflug. Já, hún er búin að vera góð. Það er spurning hvort við veljum bara eitthvað úr seinna. Já, það er ekki skemmtilega að lifa þessum Er það ekki? Spila oft minna og svona. Er það ekki? Jú, ég held að. Þá er þetta, þú veist. Já, ég myndi segja Agnes og Natalía. Agnes búin að vera mjög góð. Já, ég ætla að vera sammálaður hann. Já. Og svo er þetta spurning hvort við klárum þetta Ólöfu eða Karen. Ég myndi vilja Ólöfu að því hún er alltaf fengið það. Ég segi við gefum Ólöfu þetta. Þannig að núna þegar 6 mínútur eftir þá getum við tilkynnt að menn leiksins er Ólöf Ásta Artúrsdóttir og dóminusmenn leiksins allan okkar mati og
og hún hérna Agnes Ósk Egilsdóttir í liði gestana. Þær koma hérna í myndatöku eftir leik og fá gjafabæri sín eftir helgi. Það verður veistla að fara með þetta upp á Ásvelli og heilsa upp á Petri Bamrúk, Mikill meistari. gamlan vinn minn og félaga, kollega og allt það. Það var vel gert að Díana þarna. Það er leikmaður númer 14 með sitt 5. mark, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Já, hún tók hérna eitthvað 3 úr leik með góðri gafbreyfingu, driplaði sér svo bara í gegn og Þú sér það, hvað var staðan í hálfleik? 20, ég man ekki sem hvað staðan var í hálfleik, 22-5 eða eitthvað, nei 27 eða eitthvað. 22-7. Ég heldur sem Þetta er bara allt annað. Já, ég heldur sem bara jafnt í á tölum. Jafnt í seinni hálfleik, það er bara í lagi á móti, þetta svo kallar varalegu haugum er bara gott. Þetta er vel gert. Mjög gott. Það er alls ekkert. Það er leikmaður númer 4 sem skoraði sitt 3. mark, Karen Ósk Kolbeinsdóttir. Þeir eru bara með mjög góða breidd og já. Þetta var frábær vörn. Smá vandræði þarna. það var vel uppið tilbaka, fín vörn. Myndatökum með hann okkur konum upp í stúku. Sér hann öflugur þarna. Ég er að fíla þetta. Hann er bara búin að búa sér til svæði. Hann er búin að vera allan leikinn sem er mjög sjaldgæft. Er hann búin að vera þarna bara? Nei, hann er búin að vera svona flakk á milli, en þú veist, hann er búin að vera allan leikinn. Ég hef ekki séð það áður. Leikmaður númer 3 með sitt 4. mark, Natalía María Helen Ægisdóttir. Þetta dóttir hérna Ægis dómara? Nei, heitir hann Sigurgeir kannski? Hvor er Ægir og hvor er Sigurgeir? Ægir er eldri og Sigurgeir er yngri held ég. Getur það dóttir hans eða? Vassbissi? Hann á ekki stelpu sem Auka fólk skilur ég. Með svona tildulega líkonum. Já, það bara getur bara vel verið. Já. Góð í handbolta og hann í handbolta og já. Bara getur vel verið. Við kveðjum hér með Kára Garðarsson og Jóa Lange, þeir eru farnir. Þeir takk í þátt í lokaseremoníun hér og vilja ekki koma upp í bakkelsettileik. Nei. Það er bara takk fyrir okkur strákar. Bara takk fyrir komuna, gaman að sjá okkur. Já, innilega mikið frekar. 3 mínútur eftir hér, staðan 18-35, Haukar í sókn. Já, missa boltan, María Karlsdóttir misti boltan, ágætis tilraunina. Það var Anna Liljan Þrastadóttir, dóttir vina hjóna þinna, sem átti þessi sendingu. Það var mjög gaman ef við náum að enda með þetta í 5. mörgum og verðum við jafnir í seinna hálfleik sem það er mjög gott. Engin spurning. Já, 17 marka mun núna, það eru 2 mörg sem við þurfum að vinna upp. Já. Já, vel gert. Góð línusending. Já, glæsilegt. Guðrún Jenny að koma sterk hérna inn. Nú erum við að vera góðið að vinna sér einn stöðu þannig á línunni. Já, engin spurning. Búin að standa sig mjög vel hérna. Það verður lagt inn á mig hér í lokleiks heljarnar summa. Hann er bara svoleiðis, ég ætla ekki að segja af hverju. En Guðrún Jenny Sigurðardóttir fiskaði þetta viti, bara svo það sé á hreinu. Já, og með sitt 7. mark, númer 3, Berglind Benediktsdóttir. Bara gleyma hún væri út af. Já, Berglind tók hann bara eins og var einhver svona æfingarleik í Utah-leiknum eða eitthvað, fór út fyrir keil og út af. Það er 2 mínútur eftir 19:35 í staðan. En þetta er, já, eins og seinna hálfleikurinn er búinn að vera allt annar heldur en fyrri hálfleikurinn hjá okkur. Já, flétta hérna og það er skot framhjá dóttur Ægis dómara eins og við ætlum að kalla hana hér. En það var hinn. Ég er 90% viss á þessu eftir að fara að pæla í þessu betur. Það var ekki Karen, það var hornamaðurinn, nummer 8. Já, ég meina það. En þú er samt flottur. Og það var leikmaður nummer 2 sem skoraði sitt annað mark, Ragnheiður Sveinsdóttir. Já, það er svona tiltölulega róleg stemning hér, þessar loka mínútur, kannski eðlilega. Vantar ekki mark á töfluna? Jó, það er 1936. Það er komið. Markið er komið. Við þurfum bara að hugsa þetta og þá kemur þetta. Það hefur náttúrulega verið mjög góður í svona hugsunarflutning. Í hugarleikvimi. Vel gert. Enn og aftur, hvað er að gerast hérna? Og með sitt 4. mark, númer 6, Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Eins og hún er náðu sér í góða stöðu, hún er góð að klára. Þetta er bara mjög vel gert.
Það er gott að Mjög vel gert. Vera veikina með stunni, bara vera með svona betri línumönnum sem við séum á Fjölni í ár. Já, hún er líklega okkar besti línumaður núna. Já, við erum að reyna að halda einbeitingu hér að vera að trufla okkur samt enn og aftur, við fáum aldrei frið hérna á svölunum. Nei. En það er kannski í lagi, það er laugardagur, æsingur í fólki. Þú ert líka svo skemmtilegur, fólk er alltaf að vera í kringu. Ég er svo skemmtilegur, samt sagði Guðbjörg á og nefndi ekki að vera einina með okkur að ég var svo leiðilegur. Svo erum bara búin að sitja hérna allan tíman og fylgjast næstu með, það eru 10 sekúndur eftir, fáum eina slummu hérna, já. Já, þessu var inn. Það var þannig. Það er með sitt fyrsta mark, nummer 25, Þórhildur Vala Kjartansdóttir. Já, þetta endaði í 15 mörkum. Það er jafntefli í seinni hálfleik sem er bara mjög jákvætt. Starfsmenn leiksins að sjálfsögðu velkomnir líka á aðstandendur liðanna. Dóminómenn leiksins hafa verið valdir af Fjölni TV og það er í liði gestana nummer 8 með 4 mörk, Agnes Ósk Egilsdóttir, við skulum skapa vel fyrir henni. Og í liði heimamanna með 4 mörk einnig nummer 21, Ólöf Ásta Arnórsdóttir. Það er þetta að koma inn á miðuna eftir myndutökur. Já. Herru, bara við bara þökkum fyrir okkur í dag og annað sjáum Tress næst sem við veit ekki alveg hvernig henni er. Það láta Berg hérna flett upp mér hver næsta heimileikur er. Næsta heimileikur virðist vera sunnudaginn 7. febrúar á móti Aftureldingunni í Dalvísum, 18:30. Er einhver kallaleikur undan því? Þannig það er væntanlega næsti leikur sem við sjáumst inn á Fjölni TV. Þakka fyrir mig. Ingvar er farinn, þannig að ég bara þakka líka fyrir hans hönd.